Það ætlum að halda áfram í föstudagsþættinum og við höldum okkur við menntamálum. Við höfum nú aðeins rætt umræðina byrjendalæsi, en nú ætlum við aðeins að ræða skólabyrjun og kannski sleppum þeim ekki alveg við að nefna þessa umræðu, en það var hins vegar töluverð umræða kaup á skólagögnum við skólabyrjun og nokkru skólar hafa tekið upp á því að samræma þessi kaup og bjóða upp á. Þú kannski bara best að þú útskýrir þetta fyrir okkur. Hvernig þessu háttað hjá ykkur í næsta skóla? Við erum búin að gera það frá upphafi. Þetta 7. haustið semst núna sem að við höfum námsgagna innkaupum þannig að langmesta námsgögnunum bara keypt inn af skólanum í magninkaupum og foreldrar borga síðan bara kostnaðarverð til skólans. Það aðeins verið misjafnt eftir árum hvort þetta hafi verið alveg öll námsgögn og hvar við höfum dregið mörkin í aldri. Núna í haust þá þetta þannig að nemendur á unglingastigi þurfa að kaupa skriffarinn sín, blýanta, strókleður, vasareikni. Nemendur í 4. bekk og upp úr þurfa náttúrulega að eiga íþróttafatnað og vasareikni, en annað í rauninni bara verslarskólinn og foreldrar borga 4.100 krónur í gjald fyrir það og þurfa ekkert að hugsa það meir. Þannig að þið getið náttúrulega nýtt stærðarhagkvæmnina til þess að fá hagstæð kjör við innkaupin. Já, við gerum þetta á vorin í rauninni þegar það liggur fyrir bara hvað við þurfum af gögnum og þá öflum við bara tilboða frá helstu aðilum í pakkan og verslum síðan bara það sem að hagkvæmast er. Og hver eru viðbrögð foreldra við þessu fyrirkomulagi? Þau hafa bara verið góð. Mér minnir að hafi 2 foreldri á þessum 6 eða 7 árum óskaði eftir að fá að versla sjálfur, annars hafa bara allir tekið þátt í þessu og bara verið ánægðir, heyrist mér. Þeir hafa bara fengið að kaupa þau sjálf? Já. Það er ekki skylda að taka þátt í þessu. Þekkirðu til þess að séu fleiri skólar með einhvers konar sambærilegan hátt eða er þetta ennþá þessi löngu listar, innkaupalistar? Þetta er nú tiltölulega algengt í yngri bekkjunum, en kannski ekki svona alveg upp úr eins og við erum að gera þetta. En jú, það eru skólar út um allt land sem eru að dunda við þetta. Já. Hvað finnst ykkur eða þér sem foreldri og í tengslu við foreldrasamstarf heimilis og skóla þetta fyrirkomulag? Okkur finnst þetta mjög gott fyrirkomulag. Þetta einhvern veginn, við erum mjög ánægð með að eins og þau eru að gera upp í alveg upp í 10. bekk. Margir skólar eru að fara bara upp í 4. bekk og svoleiðis En þetta bæði það að þetta er mjög útgerðar fyrir foreldra og hagstæðara og ég sem foreldrar þetta er mjög þægilegra. Já. En við erum mjög ánægð með það. En við hins vegar höfum líka verið aðalar af þessum áskorun til barnaheilla, þess sem barnaheilla er að gera núna. Áskorun til ríkisins að gera þetta gjaldfrjálst, öll skriffæri og svoleiðis. Þannig að við erum ánægð með fyrirkomulagið og þetta en ekki alveg ánægð með kostnaði. Þannig að þið væri alveg til í að þetta yrði partur af ríkiskostnaði bara hreinlega við nám til þess að sé sannarlega ókeypis eða ókeypis í gegnum skatttekjur? Já, við barnaheill ályktar það að þetta sé hluti af réttindum allra til náms og stöðu og þess aftar. Að skriffari og blöð og þess aftar sé innifælið í því. Og hvað viðbrögð fáið þið? Foreldrar eru mjög ánægð með það. Þeir líst mjög vel á gjaldfrjálst eitthvað. En við erum að reyna að skora á ríkið að reyna að endurskoða þetta fyrirkomulag. En þetta skemmtileg umræða. Þetta vakti allavega athygli mína sem lá sveitt yfir af 2 af 4 blöðum núna í kaupalistum sem þarf að fara yfir. En ég verð að spyrja ykkur aðeins út í þetta byrjendalæsi, af því að þið þekkið nú báðir til þess máls. Bara kannski viðbrögðin, hvað þú væntanlega hefur eins og svo margir opnað forsíðuna á Fréttablaðinu? Já, manni svona brá aðeins þegar maður sá forsíðu Fréttablaðsins í gær. Ég veit ekki alveg hvort það er rétt haft eftir ráðherranum og allt það, en manni fannst þetta ekki svona sanngjörn og finnst þetta ekki sanngjörn umræða að öllu leyti. Við erum einn af þeim skólum sem höfum verið með byrjendalæsi og höfum bara verið sæl með það og höldum og trúum að það sé að skila árangri. Okkar
niðurstöður á samræmdum prófum hafa farið hækkandi til dæmis og ekkert sem bendir til annars en að við séum á réttri leið. En þetta bara skólamál eru mjög flókin mál. Þannig að það verið að skoða þetta í svolítið víðu samhengi og það ekki sanngjarnt að segja sem svo að sko að aðferðir sem verið að taka upp í skólum á Íslandi að það sé ekki sko rökstuðningur á bakvið það eða það sé fátt svör þegar það spurst af hverju það verið að gera hlutina. Þá bara spurning hver spurður sko. En það afskaplega góður rökstuðningur til dæmis á bakvið byrjendalæsi. Og rannsóknir og rýni og... Já. Og bara ein af þeim aðferðum sko skólakerfið á Íslandi, auðvitað eru allir skólar að fara hver sína leið en allir að leitast við að bara svara kalli tímans og gera góða hluti. Og það svolítið sorglegt sko þegar svona umræða getur orðið til þess að slá á það. Þegar skólastarf mjög viðkvæmt og það viðkvæmt fyrir svona ósanngjarnri gagnrýni. Þannig við verðum að tala svolítið saman út frá gögnum, jú, það verið að gera það að vissu leyti en það þarf að taka fleira með í reikningum. En þú? Sko, manni brá alveg við þessa umræðu og þegar maður ég sem bæði, ef ég horfi á þetta sem foreldri þá verður maður svolítið svona tortrygginn gagnvart, nú ég með 3 börn í grunnskóla sko, og þau eru, 2 þeirra eru búin að fara í gegnum þetta byrjendalæsi en mín skoðun alveg sá, ég sé alveg það að þetta að virka gagnvart börnunum mínum sko. Ég sé alveg einhverjar hækka og þó að það sé ekki beint alveg orða mínútu heldur þetta bara lesturinn yfir höfuð. Starffræði orðið rosalega mikið lestur. Þannig að, og mér finnst það eitthvað svona, þetta óhentur tími og það má alveg gagnrýna, en það þarf þá að gera það á uppbyggilegan og svona snyrtilegan hátt. En ráðherra væntanlega mæta hérna til þess að undirskrifa þetta þjóðarátak læsi, heldur að þitt fólk mæti? Já, ég nú ekki von á öðru. Ég held að sé engin ástæða til að fara í stóra fílu. Þetta hefur bara takast á hlutina og skiptast á skoðunum og allt það. En sko, hagsmunirnir eru sameiginlegar og við erum öll í sama liði hvað þetta varðar. En auðvitað höldum við áfram að tala saman. Og það kannski það mikilvægasta, svona að lokum, að bara að láta þetta ekki slá okkur út að læna. Það byrja skemmtilegu vetur og fullt af börnum að fara í alls konar bekki með tilhlökkun og vonarglamp í augum til svona árangri í námi sem að þarf að gerast og láta... Við náttúrulega foreldrar, við erum agalega stór hluti af þessu skólasamfélagi, þannig að við verðum að styðja bæði við skólan og nemendur gagnvart öllu. Og lykilatriði kannski í lestrarkennslu barna ef það kemur að til dæmis orð á mínútu. Já, við erum fyrirmyndir og við stöddum við það. Gaman að fá okkur í heimsókn og gaman að tala um skólamál. Ég sagði þetta kannski stærstu góðu fréttirnar við öll þessi átök akkurat núna. Náttúrulega það skemmtilegt að menntamálin bara yfirleitt komist í kastljósið og þau séu rædd. Það þarf kannski bara að gera meira af því. Það þarf, svo sannarlega að gera meira af því, sko. Þannig að, það eru góðu fréttirnar, getum við sagt. Við erum bara að halda þeim bolta á lofti svolítið. Það kannski bara að gera, nýta þetta í þá átt að við bara tölum meira þetta sem að skiptir okkur auðvitað gríðarlega miklu máli og auðvitað kostar mikla peninga í gegnum ríkið. Og það sem jákvætt. Nákvæmlega. Takk fyrir komuna, herramenn, og á þessum orðum þá ætlum við að ljúka föstudagsþættinum í dag. Góða helgi.